Já, velkomin í fastan lið okkar hér við Rauðaborðið á samstöðinni hvað það var að segja, lagaleg álitamál sem oftast tengjast fréttum líðandi stundar. Við köllum þáttinn svona meira í gríni, réttur settur og með mér lögmaðurinn góðkunni Gísli Tryggvason. Vertu velkomin, Gísli. Takk. Við ætlum að ræða bókun 35, kynþáttamismunum, rétt barnakennslu sem tengist geðheilbrigðismálum og öðru og Charlie Kirk. Við skulum byrja á innlendri pólitík. Það vakti nokkur athygli í vikunni að Inga Sæland, félags- og húsnæðismálaráðherra, hún ræddi sinnaskipti sín gagnvart bókun 35 á Alþingi í fyrirspurn og sumir segja að hún hafi snúið niður fyrirspyrjanda Snorra Másson en það hefur mikið verið rifist bókun 35 hvort hún til góðs eða ills fyrir Íslands samfélag en Inga dró þetta kannski inn í nýtt samhengi ég vil bara leyfa mér að vitna í hana og nú skils mér að það sé búið að taka til hliðar milljarða af þessum bönkum, íslensku bönkunum sem bíða í skelfingu og milli vonar og ótta hvernig Hæstiréttur muni dæma í þessum málum, hvernig bankarnir hafa verið að fara með sína lántakendur og þarna hún að ræða lögsókn tveggja einstaklinga sem neytendasamtökin hafa stutt dyggilega við og hún segir ef við verðum búin að innleiða bókun 35 sem í rauninni átti allan tíman að vera en var ranglega innleidd ef við erum búin að innleiða hana þá allar líkur á að Hæstiréttur geti dæmt neytendum í vil og bankarnir verði að snara út öllum milljörðunum sínum og forsíðu viðskiptablaðsins núna í vikunni held ég að ef allt fer á versta veg fyrir bankana hafa verið sagt að þetta séu jafnvel 70 milljarðar eða eitthvað svoleiðis. Þannig að áður en við rennum okkur svona aðeins í álitefnin í þessu, hvað bókun 35 í örstuttu máli? Bókun 35 má segja, sá kjarni í rúmlega 30 ára EES-samstarfi, eða það byrja 30 ára EES-Evrópusamstarfi okkar, sem á að tryggja einsleitni reglnanna, að það séu túlkaðir eins í Tékklandi og Íslandi, eða svo framvegis. Þetta hefur lengi verið undirskilið og það að segja ósagt en innifalið í EES-samningnum að það á að túlka Evrópureglunar eins óháð kannski stjórnarskrá í hverju landi og lögum í hverju landi. Þannig að það alveg rétt hjá gagnrýnendum bókunar 35 að þetta eins konar yfirþjóðleg íhlutun eða forgangsáhrif já, þannig að til þess að tryggja það að neytendur eða fyrirtæki í hverju landi séu vernduð af Evrópureglunum eins og þeirra tilgangur hvort sem neytendareglur eða umhverfisreglur eða bara fyrirtækjaréttur samkeppnisréttur að þá þetta sett skýrar fram í bókun 35. Mér langar að spyrja svolítið ögrandi núna, þetta einhver vörn gegn spilltum stjórnvöldum og spilltu dómsvaldi í aðildarríkjum? Það ég nú ekki viss að bókun 35 sé, en ég held að Evrópusamstarfið sé það vegna þess að mér finnst þetta gjörspillt að hafa eitthvað fyrirbæri eins og verðtryggingu og breytilega vexti, hvað þá saman sem að þetta mál snýst núna sem við ætlum að fara að ræða en það að neytendur beri ekki bara hluta áhættunar heldur alla áhættuna því að verðþróun verði eins og hún verður sem að stórir aðilar eins og álver og ríkisstjórnir og bankar geta kannski haft áhrif á en einstaklingar eins og ég og þú getum ekki haft áhrif á hver sig allavega að það alveg fáránlegt í huga flestra lögfræðinga erlendis að áhættuskiptin séu þannig að veikari aðilinn beri alla áhættuna þannig að ég vona auðvitað að neytendasamtökin og þessir einstaklingar sem þar í formlegu fyrirsvari fái eða formlegri aðild
fái sigur fyrir Hæstarétti það að breytilegi vextir sérstaklega í samhengi við verðtryggingu og annað standist ekki en ég veit ekkert hvort það tekst, það hefur ekki tekist hingað til. Nei, mér hefur stundum bara svo ég gefi komment á það fundið svo menning í þessu landi að henda lyklamanninum og almenningi undir rútuna í einhverjum svona álitaefnum og kerfin séu svona svolítið vilhöllinum stóru og sterkari. Ertu í stöðu til þess að leggja mat á það hvort innleiðing bókunar 35 fyrir dóm Hæstaréttar sem kann að vera bara eftir nokkrar vikur 3 vikur eða eitthvað svoleiðis að þarna myndi rétturinn fá tæki til þess sem geti breytt dómsniðurstöðu. Mér finnst það nú kannski svolítið hæpið vegna þess að Inga Sæland sem náttúrulega löglærð þess að vera ráðherra, hún hefði nú allir fyrsta látt að vita af þessari lögsókn en nú hefur hún verið upplýst af einhverjum embættismönnum það. En mér finnst það svolítið hæpið að hún segja ef að þetta verður lögfest áður en dómur fellur bara eftir nokkra vikur þá muni bankarnir kannski tapa og neytendur vinna en þá hún að gera ráð fyrir ekki bara þessum yfir þjóðlegu áhrifum sem að bókun 35 að vissuleyti kannski hefur eða festir í sessi heldur hún að gera ráð fyrir afturvirkni laga og það finnst mér svona frekar hæpið. Það sé frekar líklegt að Hæstiréttur segi bara að þetta hafi alltaf verið innifalið í Evrópureglunum að þessar reglur breytilega vexti standist ekki ef að það er að segja neytendur vinna en svo getur líka verið þetta að bankarnir vinni enn einsinni en þá líka hugsanlegt að sem að í það að ríkissjóður þurfi að gjalda fyrir og verði bótaskyldur gagnvart neytendum fyrir að hafa innleitt þessar Evrópureglur á ekki nægilega góðan hátt. Það til í dæminu að ríki verði skaðabótaskyld gagnvart einstaklingum eða lögaðilum fyrir að hafa ekki innleitt Evrópureglunar rétt. Já, það eru alltaf mörg mál sem að við höfum vísað til Mannréttindadómstóls Evrópu þar sem að Íslenska ríkið hefur verið tekið og hakkað niður varðandi þessa menningu sem með svona stundu finnst manni sem það sé ekki verið að dæma almenningi einstaklingum í hag. Gæti þetta verið mál bursið frá því hvernig Hæstiréttur hvernig niðurstaða Hæstaréttar verður sem að aðilar hefðu huga á að vísa áfram? Já, það geti þá freka verið að þeir vísuðu því áfram til einhvers Evrópudómstóls eða EFTA-dómstóls eða færu bara í bótamál við ríkið fyrir íslenskum dómstólum og það mál yrði borið undir EFTA-dómstólinn þetta svolítið flókið en mér finnst ólíklegt kannski að Mannréttindadómstól Evrópu kom inn í þetta mál af því að það eru aðrir instansar sem í yfir þjóðlegir sem að geta komið að þessu og líka því að í mannréttindakaflanum og framkvæmd Mannréttindadómstólsins þá eru eignaréttar og svona efnahagsréttindi kannski ekki efst á baugi heldur annars konar réttindi eins og persónuleg og tjáningafrelsi og svona. Já. En þú minntist á verðtrygginguna, hún nánast sér íslenskt fyrirbæri, ekki? Ég held að sé orðið það núna og lengi vel var það réttlætt með því að annars væru lán ekki veitt eða vextir miklu herri en það hefur aldrei almennilega reynt á það, það hefur alltaf verið verðtrygging í 46 ár núna held ég. Er hún eitur í þínum beinum? Já, ég búin að líta hana á hornauga í meira 20 ár og berjast gegn henni á ýmsum vettvangi en svo bara verður maður að snúa sér öðru þannig að það er ágætt að aðrir taka þessa baráttu lengra en ég vona að hún vinnist einhvern tímann en þess að mér finnst þetta bæði fánulegt lögfræðilega og pólitískt og eiginlega hagfræðilega þó ég sé ekki vel að mér. Ég held að það reyni ekkit almennilega á frjálsa eða semifrjálsa vaxtamyndun fyrir að þessi verðtrygging bara burt. Allavega í neytendalánum. Ég hef ekkit á móti því að einhverju stofnanafjárfestar
gamli með svona afleiður eins og má segja að þetta sé. Einmitt. Ef við þá að víkja að hérna kynþátta mismunun, handtökum jafnvel bara eftir í hvernig þú ert á litin. Já, það hefur lengi verið, litið þarna í bandarískri réttarframkvæmd, dómaframkvæmd að menn séu stöðvaðir, handteknir eða eitthvað annað út frá útliti eins og húðlit. Nú hins vegar komin einhver bráðabirgða niðurstaða frá Hæstarétti Bandaríkjanna sem að sumir segja að dragi úr þessari vernd eða dragi úr þessu andofi gegn það sem kallað er racial profiling sem er svona bein eða óbein kynþáttamismunun. Vandinn er að vísu að þetta er bráðabirgða úrskurður svona sem að Hæstaréttur Bandaríkjanna er farin að nota svolítið mikið síðustu bara misseri eða ár og Trump stjórnin svo fyrri og nú er að ganga svolítið á lagi með það að lauma málum eiginlega inn í óvandaðri meðferð hjá Hæstarétti til þess að fá niðurstuð í alls konar umdeildum málum og ég hef nú lesið heila bók það hvernig þetta grefur undan réttaríkinu og fordæmis skapandi hlutverki Hæstaréttar Bandaríkjanna. Þannig að þetta er svona neyðarvendill sem er farið að misnota svolítið, þessi bráðabirgða úrskurðir. En hvað það? Þarna er vísbending að 6 af 9, 6 á móti 3 dómurum séu tilbúnir að slaka eitthvað á þessari vernd sem að hefur verið veitt minnihlutahópum eiginlega. Já, þannig að vonandi bara fæst varanlegri dómur og góður dómur innan tíðar það en þetta lítur á því að lögregluyfirvöld eða innflytjendayfirvöld hafa verið að taka menn eða handtaka fólk sem er á vissum svæðum eða með dekkri húðlit en kannski hvítir Amerikanar og í vissum störfum og þetta er það sem kallað er racial profiling og það var allavega opnað það í þessum úrskurði. Þannig að það var vont að vera svartur en það er að verða enn verra? Já, eða Hispanic, þetta kannski beinist meira fólki af þeim uppruna en já, það getur verið. Og þetta er ekki hluti á þessu ég ætla bara að segja tilskipanabrjálæði hans Ég veit það nú ekki. Það getur vel verið að það sé einhver tilskipun sem að það er annað svolítið sérstætt í þessari framkvæmd, lagaframkvæmd í Bandaríkjunum, hvað forsetinn virðist geta hvað forsetavaldið er að aukast, alveg sama hvort það er hægra eða vinstra eða einhvers staðar. Þá er það svolítið á skjön við þetta mikla þinglýðræðis fyrirkomulag sem að hefur lengi ríkt þar. Já, og tafsamt að kalla þær tilbaka, komast að þessu ólöglegar. Þannig að það er hægt að valda miklum skaða á meðan það hangir einhver svona vafi í loftinu lögmæti. Ekki satt? Jú, það er rétt. Þetta er eitt af því fjölmörgum sem að maður einhvern veginn þekkir varla þegar maður svona hugsar aftur til Bandaríkja fyrri tíma og hvernig manni fannst mannréttinda ára Bandaríkjana allt önnur en það er í dag. Ég hef svolítið hissa á þessu vegna að hér hefur lengi verið í áratugi andof eða hvað að segja mótstaða frá dómstólum að reglugerðar heimildir ráðherra ná á langt í að skerða réttindi og svona, það þarf að hafa skýra lagastoð og sumt þarf bara ákveða í lögum. Já. En svo virðist sumir forsetar, sumir handhafar framkvæmdarvalds hafa ótrúlega mikið í rauninni efnislegt löggjafarvald. Einmitt. Og það er ekki bara í ríkjum sem við lítum á sem ólýðræðisleg eins og Rússland, heldur líka Bandaríkin og til dæmis í Frakklandi þá getur forsetisráðherra held ég gefið út einhvers konar tilskipun eitthvað sem að annars þarf að setja lögum frá löggjafarþinginu
undir því fororði að hann standist vantraust yfirlýsingu í kjölfarið sem hann stóð síðan ekki daginn til dæmis forsætisráðherrann 3. eða 4. á örfáum árum sko. Þannig að það er svona einhver þróun að handhafar framkvæmdavalds að fá sölsa undir sig meira umboð í það. Já, og Trump heldur ekkert að klæða þetta í neitt fallegan búning, bara ræður hann spenda til að það er nú ekki alltaf rökstutur eða göfugur tilgangur á bakvið þessar tilskipanir og þessi inngrip. En ef að fara þá kannski úr þessu umræðu svona á ská yfir í Charlie Kirk og hvað maður á að segja sko svona spurningar sem hafa vaknað þar hvað varðar tjáningafrelsi, hatursorðræðu hóta fjölmiðlum að afturkalla leyfi til fjölmiðlunar sjónvarpsrekstrar. Já. Hann Trump. Það var svolítið svakalegt þegar formaður þess sem að kalla má kannski útvarpsréttarnefnd eða fjölmiðlanefnd í Bandaríkjunum sko í að því og Trump síðan lýsti held ég yfir stuðningi við það stuttu síðar að sjónvarpsstöð myndi missa leyfið ef hún tæki ekki af dagskrá þátt sem að þáttastjórnendinn vék eitthvað óviðurkvæmilegum orðum að Charlie Kirk í kjölfar morðsins á honum og þó að manni finnist það auðvitað ekkit skrítið að sjónvarpsstöð sko vilji skamma eða reka eða taka tímabundi af dagskrá einhvern mann sem að stuðar áhorfendur og almenning þá finnst manni mjög varhugavert og mér finnst eiginlega fasíst þegar stjórnvöld blanda sér í það og þrýst á þetta þannig að það er þá orðið bara spurning tjáningafrelsi og ritskoðun sko. Já. Sko við köllum fjölmiðlana stundu fjórða valdið og sannarlega er dagskrárvaldið það er áhrifavald þarna verið störa sem að það er einhverja aðrir að setja það heldur en fjölmiðlarnir sjálfur sem er náttúrulega mjög alvarlegt inngrip. Já, ég er sömu skoðunar að það sé mjög mikilvægt að fjölmiðlar haldi þessu frelsi sínu til aðhalds og fjórðavalds og til þess eru nú stjórnarskrár víða heim settar meðan til þess að tryggja þetta og í Bandaríkjunum hefur sú vernd verið mjög mikil með við önnur ríki það sem kallað er First Amendment eða fyrsti viðauki sem að lítur að fyrsti viðauki við stjórnarskrána sem lítur að tjáningafrelsinu. Sko, ef Kristrún Frostadóttur dytti í hug hér að fara að grípa til svona aðferða gagnvart tilteknum íslenskum fjölmiðlum þá er það náttúrulega allt vitlaust en þessi inngrip Trumps við sjáum líka aðeins nasaþefinn í fleiri löndum það virðist vera sama svona lýðræði og fjölmiðlafrelsi sé leiki svolítið undir höggi svona í upptakti átaka og ógna og sumir segja fasísk stjórnvöld þarna í Bandaríkjunum núna ég veit ekki hvað maður á að segja það en Já, sko ég held nú reyndar að mannréttindi eins og tjáningafrelsi séu bara þannig að það þarf alltaf að verja það eins og sagt er kvenréttindi eða feminisman það þarf alltaf að vera á vaktinni en hér hefur þetta náttúrulega gerst í einhverju minna mæli það hafa þingmenn bæði Vigdís Hauksdóttir fyrir nokkrum árum og Sigurður Þórðarson fyrir ekkert löngu síðan sko í að því að einhver fjölmiðl, ég man ekki hvort það var Ríkisútvarpið eða Morgunblaðið eða einhver sem að gerði eitthvað sem að þeim mislíka þá var í að því að það ætti nú kannski endurskoða ríkisstuðningin til þess fjölmiðls og það eru þetta finnst mér á sömu braut það er svona draugafasisma að í að þessu Já, og gott ef einhverjum var nú ekki svipað á innan flokks fólksins þegar hann nefnir þetta upp að Já, það er Sigurður Þórðarson, er það ekki? Já, einmitt, já, þú ert að tala um hann Já, mér misheyrðist, ég held að þú verður að tala um
annan aðila aftur í tíman einmitt. Þannig að þetta sannlega eitthvað sem þurfum að vera mjög vakandi gagnvart. Já. Heyrðu, eigum við kannski aðeins að fara í eitt innlent mál. Það hefur verið mikil umræða skólakerfið tengist geðverndarmálum, hegðunar vanda ungmenna og mér langar að vitna í Ársæl Arnarsson sem prófessor í tómstunda og félagsmálafræði við Háskóla Íslands. Hann kemur nú inn í umræðu sem ég heyrði örugglega fyrst fyrir og byrjaði að skrifa fréttir fyrir 15 árum að úrræði skóli fyrir alla væri einhver svona falleg hugmyndafræði en það hefði aldrei fylgt því skrefi peningar og þetta hefði alltaf verið einhvern veginn í skötu líki og maður hefur oft heyrt í krökkum sem að segja að það sem Ársæll bendi líka á að það sé þörf á fleiri sérúrræðum fyrir nemendahópa. Það sé ekki hægt að bjóða krökkum lengur upp á að flækjast í skólanum eins og þá ég að vitna í Ársæll, þannig prófessor, án þess að fá kennslu, aðstoð eða þjónustu og við höfum hörmuleg tilvik sem eru tengt þessu. Mér finnst þetta bara, mér langaði svona varpa því fram, það ekki örugglega svo að allir eiga rétt á menntun og góðri og sómasamlegri menntun? Jú, ég myndi segja það, þó ég sé engin sérfræðingur í hvorki heilbrigðis né skólalöggjöf, þá þekki ég stjórnarskrána vel og eins og ég nefnt áður í þessum þætti, þá eru mannréttindi að minnst tvennum toga. Þessi klassísku mannréttindi eru eins og eignarréttur og tjáningarfrelsi. Það eru vernd gegn því, eins og vorum að tala áðan, að ríkið grípi inn í eða taki eitthvað ammanni eins og eign eða tjáningarfrelsi. En síðan eru síðar tilkomin sem kallað eru svona pólitísk eða menningarleg eða efnahagsleg félagsleg mannréttindi. Það er réttur á því að ríkið eða hið opinbera veiti manni eitthvað. Já. Og í 77. grein stjórnarskránar hefur lengi verið og núna eftir að henni var breytt 1995 3 ákvæði sem eiginlega öll varða þetta. Það er í fyrsta lagi fyrsta málsgreinin, það sem stendur að öllum sem þess þurfa skal tryggður í lögum réttur til aðstoðar vegna sjúkleika og svo eru nokkur atriði talin upp og sambærilegra atvika. Þannig að ef við erum að tala sjúkleika, einhverja greiningu eða fötlun, þá á maður rétt á því að fá aðstoð vegna þess. Já. Síðan er önnur málsgrein, þar stendur öllum skal tryggður í lögum réttur til almennrar menntunar og fræðslu við sitt hæfi. Þannig að það er ekki bara þeir sem eru góðir á bókina sem á að púkka undir, það og líka að sinna þeim sem eru með námsörðuleika eða geðgreiningu eða fötlun eða eitthvað. Og það er náttúrulega orðið mjög víða og ég þekki það úr mínu nærumhverfi, bæði góð dæmi og slæm dæmi slíkt. Slæmu dæmin eru til dæmis að það er ekki alltaf pláss í sérdeildum fyrir þá sem þurfa, það er bara pláss fyrir 30 en það er kannski 50 sem sækjum eða eitthvað slíkt. Og þá er þetta erfiða samspil milli sveitarfélaga og ríkisins. Sveitarfélagin eiga að framkvæma eitthvað eins og skólamál en kvarta réttilega held ég stundum yfir því að ríki veiti þeim ekki nægan annarkvort stuðning eða tekjustofna til þess að sinna því. Þannig að borgarinn stendur eða foreldrið stendur hjá og horfir á kannski ríki og sveitarfélög bara rífast hver ber ábyrgð á þessu. Og svo er þriðja ákvæði, þriðju málsgrein 77. grein stjórnarskrárinnar. Þar stendur börnum skal tryggð í lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst. Þannig að þetta eru mjög ákveðin ákvæði og þess vegna höfum við náttúrulega sett á fót alls konar stofnanir, til dæmis umboðsmann barna sem á að
veita stjórnvöldum svona óháð aðhald og síðan eru samtök og fjölmiðlar auðvitað. Þannig að þetta í fullu gangi og vonandi hefur þetta áhrif svo að dómstólar þurfi ekki að koma inn á sviði. Það hefur auðvitað gerst að samtök fatlaðra og ýmsir hafa farið í mál við bæði Ríkisútvarpið og Háskólann og unnið það fyrir tilstilli góðra lögmanna. Þannig að það var viðurkennt að brotin hefði verið réttur á einhverjum sem vildi fá betri þjónustu frá þessum ríkisstofnunum. Já. Þannig að það er möguleiki að dómstólastigin og sviðið eins og er algengt í Bandaríkjunum og gerist hér, en mér finnst nærtækara að stjórnvöld bara, og þá ekki síst handhafar fjárveitingavalds, taki sér saman í andlitinu og uppfylli þessi ákvæði betur. Maður heyri stundum rökin sem eru ekki góð rök. Viljið þið aftur taka upp tossabekki? Það er súrödd heyri stundum þegar þessi mál eru rædd. En þetta hefur ekkert með það að gera. Þetta hefur bara með rétt barna til náms við hæfi. Já, þó ég sé nú að skólafólki komin, þá er ég nú engin sérstakur kunnáttumaður skólamál, en það eru væntanlega svona einhverjar 2-3 leiðir. Það er annarkvort sérskólar fyrir, eins og bara fyrir fatlaða eða bara fyrir heyrnarlausa. Og svo er þessi samþætting að fatlaðir séu inn í sömu skólum, og þá eru 2 leiðir held ég aðalega. Það er annarkvort að þeir séu alveg í sérdeildum eða þeir séu inn í bekk og fái aðstoð við hæfi. Og það eru auðvitað uppeldisfræðingar og kennslufræðingar sem vita meir það en ég, hvað er besta leiðin, og stundum er það nú bara háð tískuströmmum, en allavega einhverja leið þarf að velja til þess að sinna þessu, til dæmis bara þessum stjórnarskrárákvæðum sem ég var að vitna í. Já, það er ágætt bara að hafa þá á hreinu að það sé ólöglegt að samkvæmt stjórnarskrá að sinna ekki öllum. Það er Já. Að því að stundum heyrir maður að við eigum að fókusera meira á bara þá sem hafa það gott og hveti þá meira, og hitt verður bara einhvern veginn að fá að eiga sig. Það eru dæmi, það er ekki bara þessi dæmi sem ég nefndi Ríkisútvarpið og Háskólann. Það er líka frægt dæmi sem að nefnt var nú bara öryrkjadómurinn, ég held að hann hafi fallið árið 2000. Þar dæmdi Hæstiréttur hreinlega að ríkið hefði brotið svona mannréttindaákvæði stuðning við öryrkja með því að tengja of mikið, ef ég maður rétt, tekjur öryrkjans og makans. Og það var frægt þegar Davíð Oddsson sagði þarna væri bara Hæstiréttur eða dómstólar komnir í pólitík. Það má kannski segja það, en það er að því að stjórnarskráin felur dómstólum að dæma hvort pólitíska valdið, handhafa fjárveitingavalds, hefur uppfyllt mannréttindaákvæði nógu vel. Þannig að það er bara því að dómstólum er farið til hlutverka. Þannig að það eru fordæmi fyrir því að dómstóla stígin á sviði, en mér finnst betra ef að fjárveitingavaldi handhafa fjárveitingavalds bara leysa það. Magnað, Gísli, að fá þína innsýn inn í þessi fréttamál sem að hafa verið til umfjöllunar síðustu daga. Kæra þakki fyrir komuna. Takk fyrir ykkar framtak. Þá segjum við að þessu sé lokið í bili hjá okkur, en við erum að nuða í Gísla að vera hér alltaf á 2 vegna fresti, og ég vona að það verði þannig áfram. Ekki fara langt, þessi þáttur heldur áfram eftir andartak. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.